5 ungmenni sem störfuðu með UNICEF við gerð nýrrar skýrslu ofbeldi gagnvart börnum hittu 4 ráðherra í dag. Þau eru þolendur kynferðisofbeldis og höfðu sögur þeirra mikil áhrif á ráðherrana. Ungmennin eru á aldrinum 17 til 20 ára og höfðu aldrei áður deilt reynslu sinni með öðrum. Fjölmiðlar fengu hvorki að hitta þau né mynda, heldur hittu ráðherrana strax eftir að fundi þeirra lauk. Í skýrslu UNICEF eru tekin saman gögn ofbeldi, einelti og vanrækslu og hvaða áhrif það hefur á börn. Þau ungmenni sem við hittum sýndu þarna alveg gríðarlega mikinn styrk og hugrekki að segja okkur sína sögu umbúðalaust og hvaða tillögur þau voru með til umbóta. Þannig að þetta var okkur mikil hvatning til þess að vinna betur að þessum málum. Var erfitt að hlusta á þetta? Já, það var mjög erfitt. Já, ég held sjálf á að segja að þetta er áhrifamestu fundur sem ég hef setið. Að hlusta á þessi börn sem hafa orðið fyrir svona hrikalegu ofbeldi eins og kynferðisofbeldi sem er ekkert annað en glæpur gegn börnum og hvað þau hafa upplifað, gengið í gegnum þeirra sálarlíf, hvernig það er brotið og sjálfsmynd þeirra. Það var eitthvað sem maður tekur með sér og gleymir aldrei. Upplýsingarnar sem teknar eru saman í skýrslu UNICEF eru til í skýrslum annarra, en ekkert hefur verið gert við þær hingað til. Er einhverja líkur á því að þessi ríkisstjórn sem núna er og styttist í kosningar að hún geti lagt eitthvað að mörkum í að breyta þessu? Það er alveg ljóst að ef það á að gera eitthvað í þessu máli þá þarf að fylgja því fjármagn. Við munum auðvitað skoða það hvort það sé hægt að setja það í einhverja farvega að skoðun að tryggja það við næstu fjárlagagerð að verði sett í þetta meira fjármagn.